Húsið fyrir aftan mig, Brekka í Hrísey, eitt sögufrægasta hús eyjarinnar. Þar fæddist meðal annars Árni Tryggvason leikari. En í Brekku hefur verið rekið veitingahús mörg undanfarin ár, en í vor tóku við nýjir eigendur. Það var þannig sko að við komum til þín. Ekki í veginn. Ok. Byrja bara núna. Hugmyndin í upphafi, við komum í heimsókn. Fyrst kom ég fyrir 6 árum og hitti fólk sem hérna og það var að benda okkur á þennan veitingastað sem var svona í niðurníðslu og við hrifumst nú svolítið af þessu og ákváðum að prófa að gera tilboð í reksturinn og að taka húsið í gegn og svo gekk það eftir, þetta tók nú alveg 3-4 ár samt og líka svolítið umhugsun að taka við svona litlu samfélagi, hvernig kemist inn og hvort þetta bara virkaði yfir höfuð. Svo komum við saman og við hrifumst bara af eyjunni og okkur langaði að prófa. Sigrún sem framkvæmdastjóri, hún tók sér frí í vinnunni og Reykjavíkurborg. Ég á fyrirtæki, tölvufyrirtæki og get unnið sjálfstætt. Þannig að við ákveðum að taka okkur reksturinn og svo eru 2 aðrir sem koma rekstrinum og hafa staðið í þessu með okkur. Og við ákveðum að helga okkur svolítið fiskmeti úr Eyjafirðinum og byrjuðum á hlaðborðum sem voru gríðarlega vinsæl og hafa verið, við hefum verið með í sumar, fiskihlaðborð og pönnum. Og svo opnuðum við seinna kaffihús sem það er allt gert hér. Við kaupum ekkert nema bara hráefni. Við bökum allt, við bökum brauðin, við fáum fiskinn helst á höfninni ef hún er. Sjómennir og hafa verið mjög duglegir að láta okkur hafa fisk. Við allar súpur og allt, þetta er allt gert hér. Og það er eiginlega hugmyndin okkar. Hugmyndin er í rauninni ekki að vera með venjulega veitingastað sem er með sama matseðil og kokk og allt til staðar. Hugmyndin er í rauninni að bjóða upp heimilislegar hugmyndir. Það sem okkur dettur í hvert af hvern sinni. Við viljum duglega auglýsa á Facebook, duglega að gera auglýsingar, fara með, við gert þetta á ódýran hátt. Og það er ekkert verið að slá neitt sérstaklega sig, en þetta hefur gengið vel og virðist hafa fallið vel í kramið. Allavega höfum við eignast alveg fjöldan allan af vinum og ferðamenn sem hafa komið, sérstaklega útlendingarnir, hafa verið mjög ánægðir. Það finnst þetta heimilislegt, maturinn góður, maturinn er ferskur og hann er heimagerður. En hvað framtíðina varðar núna, þetta ferðasumar eins og varst að spyrja áðan, það hefur verið erfitt hvað varðar veðurlagið. Það er búið að vera vindasamt og þungt yfir og rigningar eins og allir vita, það hefur ekki verið besta sumar í Íslandi. En við höfum ekki yfir neina kvart, það hefur verið nóg að gera á okkur. Og þegar að sólin kemur, þá fyllist eyjan. Og skiljanlega, þetta er svakalega gott að vera, gott, mikið að útivist, mikið að gönguleiðum, mikið að skoða og mikið að upplifa. Og aðalega, slaka á og njóta og vera laus við asann. Ég held að það sé svona aðal kostur eyjunnar. Fyrir utan ég efast að svona eyja sé mikið til aðeim í veröldinni, Það með starfsmannahald, við höfum svolítið áhyggjur af því að við gætum lítið fengið af starfsfólki, þá kom hér nágranni okkar, Bjarni Ómar, og spurði okkur hvort við vildum vera, hann er í samtökum heitir Flotta fólk, og spurði okkur hvort við vildum vera með í að aðstoða 2 konur frá Úkraínu, móður og dóttur, við að komast inn í samfélagið. Og við hugsaðum að það geti ekki, hann sagði að það byggja vel einhverjum einstökum hæfileikum og við bara trúum honum og ég keyrði til Reykjavíkur og náði þær á Hótel Sögu og tók viðtal við þær og svo komu þær bara með tilbaka. Þær hafa gersamlega bjargað okkur hér í sumar og þær hafa hrifist mjög mikið af Akureyri og Norðurlandi og núna að leita sér að íbúð á Akureyri þar sem langa að búa
og þær hafa verið mjög þakkláttar að fá að kynnast þessu lífi hérna, en við erum enn meira þakklátt að það skuli fólk koma úr svona aðstæðum, svona eljusamt, duglegt og tryggt og ekki sama reksturinn hjá okkur og öðrum og ótrúlega góða nærveru, alveg ótrúlega nærveru og þær hafa verið alveg einstakar hérna á eyjunni og ég vona að þeim vegni vel og Akureyringar taki vel á móti þeim því þær eiga það svo sannarlega skilið. Tilfinningi sem ég fæ alltaf því ég hérna, það að þetta sé óuppgönduð perla. Þetta eitthvað sem á eftir að springa út og mun alveg örugglega að gera það og það kemur líka, það er mikið af fólki, það er mikið af listafólki og fyrrverandi eyjaskeggjum og fólki, það kemur alltaf aftur og ég held að Íslendingar eigi eftir að uppgötva Hrísey. Þeir eru eins og blóm sem að springa út, alveg við það og mun gera það og ég vona bara að það verði fallegt blóm,